Andri, kosningabaráttan komin á fullan skrið og það komið hlaupið kapp í marga. Fjölmiðlar hafa verið uppfullir af fréttum af Guðna og Davíð og því sem milli þeirra hefur gerst. Sumir segja það þeir séu að ráðast eitthvað hvor á annan og við sjáum stöðningsmenn og fólk hér úti að taka þátt í samfélagsumræðinu og hún snýst mjög mikið þá tvo. Það ekkert verið að ráðast á þig. Er það veikleikamerki eða svona ef þú horfir á fylgi, þú ert í 10% rúmum? Já. Hvað það? Það kannski styrkleikamerki, veikleikamerki. Mér finnst veikleikamerki kannski á kosningunum að þær hafa hingað til snúist Icesave og þorskastríðin. Þegar maður kannski aðeins á hliðarlínunni að bíða eftir að við förum að tala aðeins framtíðina og hvaða verkefni blasa við forseta Íslands á næstu 4 árum. Hvaða afstöðu forsetinn hefur eða hvaða reynslan hefur og innsýn í loftslagsmál, menningarmál, hvaða verkefni hann vill standa fyrir. Þannig að kannski þetta tækifæri til þess að fara virkilega að ræða framtíðina sem að ég kannski meiri sérfræðingur í heldur en fortíðinni. Fylgið þitt hefur verið nokkuð stöðugt í 10%. Ertu kannski bara búin að finna þinn svona hóp, kjósendahóp? Ég hef heyrt mjög víða að það liggur mjög strategísk bylgja ennþá í loftinu. Það að segja að fólk að kjósa einhvern veginn taktískt eða velja taktískt og síðan mjög stór hluti þjóðarinnar ennþá ókveðinn og svo þetta fyrstu kappræðurnar þar sem allir fá að koma fram í sjónvarpi allra landsmanna. Þannig að mér finnst óþarfi að horfa eitthvað á skoðanakannanir. Ég held að þetta allt eftir að fara á fleygiferð. Ef þú verður forseti, munt þú beita þér gegn því að stjórnarskráni verði breytt og ég ætla að biðja þig, Andri, að byrja. Nei, síður en svo. Ég tel að það stjórnarskrárferli sem hófst með þjóðfundi og stjórnarskrárnefndinni og þessi drög, þau séu klárlega eitthvað sem við eigum að ljúka við og standa með sóma. Þessi spurning svona, ef þú verður forseti, munt þú vísa lagafrumvörpum til þjóðaratkvæðagreiðslu ef tiltekinn fjöldi kjósenda óskar þess, jafnvel þó að þú kunnir að vera sammála þessum lögum? Ég held að forsetinn myndi sjaldnast tjá sig sína persónulegu skoðun á lögunum. Það klárlega vilji fólksins til þess að fá að ákveða stærri mál í þjóðaratkvæði og mér finnst langt brýnast að þessi ákvæði séu lögfest í stjórnarskrá frekar heldur en að það sé háð duttlungum forsetans. Við ætlum að ræða núna forsetann sem sameiningartákn og leiðtoga. Það eru flestir sammála það að forsetaembættið, að forsetinn þurfa að vera bæði sameiningartákn og líka leiðtogi þjóðarinnar. Það kannski erfitt að skilgreina hvað í því felst. Forsetinn á að vera leiðtogi en það ekki allir sammála það hvernig leiðtogi hann eigi að vera. Andri, þú hefur verið líka umdeildur og skipta skoðanir þig fyrir ummæli sem að þú hefur látið falla. Þú sagðir þegar Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur mynduðu ríkisstjórn til síðustu kosningar að það að vera Íslendingur væri eins og eiga þroskaheftan síamstvíbura. Og þar vísar væntanlega til þeirra sem ekki kusu alveg eins og þú. Berðu nægilega virðingu fyrir þeim sem ekki eru á sömu skoðun og þú? Ég myndi segja sá sem fer í gegnum íslenska sögu síðustu 10 ára án þess að missa úr sér ein óvarleg ummæli á Facebook með það vopn fyrir fram að sig. Já, heyr. Hvað segir þið? Heyr. Heyr. Sá sem fer gegnum þennan tíma á þess að einu sinna skjóta fram gáleysislegum ummælum að hann hefur kannski ekki verið algjörlega með fulla meðvitund vegna þess að ég baðst afsökunar á þessum ummælum svona cirka 5 mínútum eftir að þau voru látin falla og eyddi þeim en þau komust inn á devaf-forsíðu þannig að þetta var bara galgopi á Facebook og á þessum tíma ef við horfum á hvað. En þú baðst fólk með fötlun afsökunar en ekki kjósendur, ekki sjálfstæðismenn eða framsóknarmenn. Er slíkum að færa sameina þjóðina? Ég á mjög góða vini í öllum flokkum og þetta hefði mátt vera kannski drikkfeldan síamstvíbura vegna þess að annar þeirra hann fer á fyllerí og maður bara neyðist til þess að sigla með og þetta þá tilvísun í einhvers konar að vera fangi einhvers hóps og þá ekki við fangi framsóknarmanna og sjálfstæðismanna heldur þú kannski búin að setja þig mjög vel inn í orkumál og þá allt í einu verið að reisa risavaxið álver kannski eins og í Helguvík og maður segir afsakið en það ekki til orka í þetta en samt rís þetta bara
Þannig að mér finnst í rauninni veruleikinn alvarlegri, það að segja að horfa upp á vitleysisgang eftir að hafa sett sín í mál, þá kannski skellir maður inn einum óvarlegum ummælum þá sem að standa fyrir framkvæmd. En almennt séð á mínum 20 ára ritferli hef ég verið mjög dagfarsprúður og þægur og ég hef mikla stjórnunarreynslu og ég hef hitt annarkvært barn á landinu á þess að bölva eða blóta og ömmur mínar eru í alls konar flokkum og það sem að skipti máli að hefur maður reynslu af því að leiða saman hópa og það hef ég, mjög ólíka hópa. Á forseti að útiloka fyrirfram að hitta þjóðarleiðtoga ríkja sem eru sökuð mannréttindabrot af samtökum eins og Human Rights Watch til dæmis? Andri? Við hljótum að hitta þessa leiðtoga og koma skýrum skilaboðum til skila þau gildi sem við stöndum fyrir. Alþingiskosningar í haust þar verða ekki nema forsætisráðherra leggja fram beiðni þingrof til forseta. Það liggur fyrir að formaður Framsóknarflokksins og hluti þingflokks andvígur kosningum í haust þótt forsætisráðherrann sé þeim hlynntur. Ég ætla að spyrja já eða nei, munt þú samþykkja þingrofsbeiðni frá forsætisráðherra í haust undir þessum kringumstæðum? Andri? Ég myndi staðfesta að það væri meirihluti á þingi og samþykkja. Hvað finnst frambjóðendum að leggja niður forsetaembættið? Andri? Ég tel tvímælalaust í lagi að ræða málin en hins vegar tveir síðustu forsetar hafa sýnt ótvírætt að forsetinn hann getur komið mörgu góðu til leiðar og hann ætti að geta gert það áfram. Nú langar mig til að fara í svolítið annan gír, tala Ísland og heiminn. Ólafur Ragnar Grímsson sagði hér í þætti forsetaembættið í gær að forsetinn get ekki lengur leyft sér að sitja heima á Bessastöðum. Krafa nútímans væri sú að forsetinn hann fer heiminn, hann talar máli Íslands á alþjóðavettvangi, sé andlit þjóðarinnar út á við. Andri, þín helstu baráttumál eru verndun íslenskrar náttúru og íslenskrar tungu og þú fer fram undir orðunum land, þjóð og tunga. Það er svona frekar þjóðernislegur bragur á þessu. Hefur þú einhvern áhuga á starfskyldum forseta á erlendri grund? Ég eyði talsverðum tíma erlendis, kannski ekki alveg 130 dögum á ári en stór hluti af mínu starfi að breiða út boðskapinn erlendis læsi og bókmenntir og ég hef fjallað Ísland mjög mikið á erlendri grundu. Og þjóðernislegi bragurinn var nú, hvað varðar ekki, það er ekki þjóðernislegt mál ef að 30% skólapilta til dæmis geta ekki lesið sér til gagns. Og það er eitt af þeim málum sem ég vilja vekja máls á og það er eitt af þeim málum sem forsetaembættið getur klárlega beitt sér fyrir vegna þess að ef að 30% íslenskra skólapilta geta ekki lesið sér til gagns, hvernig er það ástandi meðal þeirra sem flytja hingað? Og það eru fólk sem lendir í málagildru, það er að það gleymir sínu tungumáli eða það næri ekki tökum á sínu einn móðumáli og næri ekki tökum á íslenskunni heldur. Þannig að þarna lagði ég áherslu á við þurftum að taka utan móðurmálin vegna þess að við Íslendingar tölum núna 100 móðurmál og það er brýnt að nýta þann kraft sem kemur hingað og þá forgjöf sem krakkar fá. Ég hef verið í mörgum skólum og þar sé til dæmis kennarar að barn kannski fellt í pólsku. Nei, það er fellt í dönsku, það kemur og er altalandi á pólsku. Þannig að það er fellt í íslensku, það er fellt í dönsku en síðan er það altalandi á pólsku og það kemur hvergi fyrir að barnið þó allavega klárt í einhverju. Þannig að forseti Íslands getur klárlega, ef að 30% drengja getur ekki lesið sér til gagns, þá á forseti Íslands að safna saman liði og efna í þjóðarattak vegna þess að við eigum að geta klára þetta mál á 2 árum. En er ekki svolítið sýn þín á stöðu Íslands í heiminum og bara á þetta samband er þetta aldrei óljóst? Er þeir ekki fjötur fót gagnvart kjósendum? Óljóst samband heiminn. Hvert er erindi þitt, hvert telur þú að erindi forsetans gagnvart heiminum sé? Forseti Íslands talar klárlega fyrir hagsmunum Íslendinga. Ísland á allt sitt undir náttúru landsins. Við veiðum Íslendingar, við veiðum 1% af öllum fiski í heiminum, sem þýðir að landhelgi Íslands, hún er 7 sinnum stærri heldur en Ísland sjálft. Íslendingar eiga allt sitt undir verndun hafsins og forseti Íslands á klárlega að vera rödd á alþjóðavettvangi hvað varðar verndun hafsins. Og það er mjög mikilvægt og jafnvel þótt hann þyrfti að skreppa til útlanda, þá er það mjög mikilvægt að koma þessum skilaboðum áleiðis en líka að koma svona skilaboðum áleiðis innanlands vegna þess að við tölum aldrei til dæmis að börnin okkar sé að fara að erfa haf. Það er að börnin okkar að fara að erfa haf sem er 7 sinnum stærri en landið
og þar erum við bara búin að nýta kannski 1% af þeim tækifærum sem búa í hafinu. Þannig að forseti Íslands, hann á líka að beita sér til dæmis vegna þess að Ísland suðupunktur hnattrænnar línunar, hérna bráðna jöklarnir fyrir framan okkur og við erum með menn hérna sem jafnvel afneitunarsinnar í sambandi við hnattræna hlýnun. Síðustu 5 mánuðir hafa verið hlýjustu mánuðir sögunnar og það klárlega Íslendingar geta lagt eitthvað á vogarskálarnar. En hvern áttu við þar? Hver afneitunarsinnar? Kannski verið nafnlaust, ég veit ekki. Ég las þetta í Morgunblaðinu. Hlutverk forseta gagnvart viðskiptalífinu og íslenskum viðskiptahagsmunum. Á hann að ferðast heiminn með viðskiptamönnum og jafnvel í boði þeirra til að efla viðskiptatengsl. Andri? Það hefur verið hlutverk forseta í gegnum tíðina og það hlutverk þjóðarleiðtoga ef maður sjá hvað Norðmenn gera, þá verður alltaf að flagga lax einhvers staðar í Kína. Og það klárlega eitt af hlutverkum forsetans að liðka fyrir viðskiptum erlendis og það tilheyrir, en það náttúrulega að gera það í stærri sendinefndum og á formlegri hætti heldur en það tengist beint. Útflutningur á jarðvarma, útflutningur á menningu, listum, útflutningur á sjávarafurðum. Þetta allt saman á borði forseta nú þegar og verður það klárlega í framtíðinni, þá aðallega í viðskiptasendinefndum og slíku. Hvaða spurningu langar þig að spyrja forsetaframbjóðendur? Hvað heldur það sé skemmtilegast við að vera forseti? Já, það nú ekki flóknara en þetta. Við ætlum sér að spyrja ykkur, hvað haldið þið að sé skemmtilegast við það að vera forseti? Þetta ein spurning fyrir ungu kynslóðina. Við byrjum á þér, Andri. Ég var búinn að lofa í krakkarúf að ég myndi halda framtíðarþing með börnum landsins. Það mitt fyrsta verk og síðan myndi ég miðla hugmyndum barnanna til þjóðarinnar. Og ég gerði ráð fyrir að það skemmtilegasta verkið þar sem það verður fyrsta verkið.